Hversu lengi ætlar að lifa lífinu í viðbragðsstöðu að reakta eða bregðast við því sem að koma til þín í stað þess að vera í sókn, í stað þess að byrja að vinna með Guði að skapa þér það líf sem að þú þráir, að sækja fram, vera proaktiv og öðlast þitt draumalíf eða það draumalíf sem Guð vill gefa þér. Og það segir í orðskviðunum, as a man thinketh in his heart, so is he. Þetta í orðskviðum 23:7 í ensku þýðingunni, sem að þýðir að sem Guð að segja okkur að það sem þú ert að hugsa og það sem þú hugfestir daglega, það það sem að verður inn í lífinu þínu, það sem þú skapar inn í líf þitt. Og það svo mikill lykill að skapa sýn og Guð vill gefa sýn. Og sýn fyrir lífið, sýn fyrir fjárhaginn þinn, samböndin þín, vinnuna þína, starfið þitt, lífið þitt, heilsuna þína. Og það segir í orðskviðum 29:18, það sem engar vitranir eru eða það sem engin sýn kemst fólk á glapstigu. Í ensku þýðingunni sem að ég hrifnar af segir, where there is no vision, the people perish. Það sem að það engin sýn, það bara fólk bara grotna niður, það bara, það bara eyðist upp, það fölnar. Og í Habakúk 2. kafla, það segir Guð, skráð þú þessa vitrun eða sýn, skráð hann á töflu svo skýrt að hana megi lesa á hlaupum, því spáð fyrir ákveðin tíma, traustur vitnisburður gefinn ókomna tíð. Þó töf verði skaltu bíða engu að síður, því þetta rætist vissulega og án tafar. Og það svo mikilvægt að við höfum sýn það sem við viljum öðlast, og myrkrið alltaf að reyna að gefa þér einhverja neikvæða sýn. Sýn það sem þú vilt alls ekki, sýn það sem þú óttast mest, ekki taka við því. Leitaðu Guð og segja, Guð, gefðu mér sýn, hjálpaðu mér að byggja upp sýn. Og skrifa hana niður, það sem að þú vilt öðlast. Jesús sagði, sá sem trúir getur allt. Stilltu síðan hjartað inn á þessa sýn og stilltu hugsanir þínar og orðin þín inn á sýnina og farðu að hugsa og segja það sem í samræmi við það sem þú vilt öðlast. Og þegar þú byrjar að iðka þetta daglega með Guði, að þá byrjar orkaðin að umbreytast, lífið þitt, heilsaðin, líðan þín og kringumstæður líka. Og ef að þú vilt fá dýpri og meiri vinnu í að hreinsa til í hugafarinu, stilla hjartað inn á Guð, vinna með Jesú til að öðlast það líf sem að þú þráir eða taka við tilganginum frá Guði, þá mæli ég með að hlusta daglega á Frelsiskirkjuna. Við erum með Frelsiskirkjuna á Spotify og YouTube, við erum með hugleiðslubænir sem eru ofboðslega sterkar og mikill kraftur heilags anda að starfa í gegnum þessar hugleiðslubænir, og svo erum við líka með vefþætti bæði á YouTube og Spotify. Hlustaðu daglega og findu stórkostlega hluti gerast innan með þér. Og svo langar mig líka til þess að minna á að Frelsiskirkjan með samverun á netinu öll 50. klukkan 9 og við erum á Zoom, Facebook og TikTok, og við erum með beint stream á Facebook inn í bænahópnum okkar, biblíu og bænahópurinn Frelsi og lækning, svo erum við á Zoom, við postum alltaf líknum. Þú þarft ekki að vera tæknitröll til þess að vera með á Zoom, það eina sem þú þarft að gera að vera með snjallsíma, iPad eða tölvu og ít á linkin, og þú getur fundið hann inni á Facebook síðunni minni, og hún yfirleitt postað bara samdægurs á 5. deginum, og við augljósum fundin vel alltaf, og svo erum við alltaf með leidda hugleiðslubæn og fyrirbænir. Þannig að endilega pröfaðu að taka þátt í þessum lífsbreytandi, stórkostlu, heilags andastundum. Annars segi ég bara, Guð blessi þig og gangi þér vel.